Við erum mikið að spá í heilsutengdum málefnum hér á Suðurland FM þessa vikuna þar sem að við erum með heilsuviku og við erum búin að vera með fjölmarga skemmtilega viðmælendur hjá okkur og á línunni hjá mér er Hólmfríður Þorgeirsdóttir sem er næringarfræðingur og starfar hjá landlæknisembættinu. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið gott í dag hjá landlæknisembættinu? Það er bara allt ágætt í dag, það er svo fallegt veður og það er ekki hægt annað. Já, alveg yndislegt og svo náttúrulega daginn farið að lengja að sjá okkur á nýjan leik, maður er svona örlítið byrjar að finna fyrir því. Einmitt. En það sem við ætlum kannski að spá svolítið í núna er sykur. Já. Og sykur er svona eina af þeim vörum sem hefur verið svolítið mikið í umræðinu undanfarin ár og fólk er svona mikið að spá í þessu svona samhliða heilsutengdum málefnum. Og það sem að þið farið að stað með hjá landlæknisembættinu er vefur sem að heitir sykurmagn.is. Já, sykurmagn.is var opnaði fyrir árið síðan og þetta er vefsíða sem er ætlað að efla færni barna og foreldra þeirra í fæðuvali. Já. Og hann sýnir sem sagt ýmsar tegundir matvara, sem sagt viðbættan sykur í ýmsum tegundum matvara. Og þá erum við að tala vörur sem að innihalda mikið af viðbættum sykri eins og gosdrykki. Við erum að tala morgunkorn, mjólkurvörur og salgæti. Já. Og það sýnir sem að þú getur valið eina tegund af vörutegund eða fleiri og borið saman sykur innihald í vörunum. Já, þetta er bara svona mappa sem hægt er að fara inn í. Já. Og þá getur við valið allt frá drykkjum og morgunkorni, þarna eru mjólkurvörur. Já. Og einmitt og svo segir salgæti og fleira. Og það er svolítið gott að geta hort inn í þetta og sé svona hversu mikið magn og sykri er í hverju einu. Já, þetta er, eins og ég sagði, þetta er viðbættur sykur, ekki sykur sem er í vörunum frá náttúrunnar hendi. Og það er sykur sem er bætt í við framleiðsluna. Og það kemur mörgum á óvart hvað er mikill sykur til dæmis í mjólkurvörunum. Já, það er náttúrulega búið svolítið í umræðinni. Já. En svo kannski líka sem að fólk spáir í að það er náttúrulega til marga tegundir af sykri. Já. Og svona hinn almenni borgarnir sem er nú kannski að hlusta okkur núna hefur ekkert endilega átt að sjá svona hvaða tegundir eru til að sykri og sumir kannski lesa á þær vörur sem hefur verið að kaupa. Já. Og hvaða tegundir getur þú nefnt okkur svona af sykri sem er svona viðbættur sykur? Jú, þegar við erum að tala um viðbættur sykur þá erum við ekki bara að tala um hvítansykur. Heldur erum við einnig að tala um eins og til dæmis rásykur, púrsykur, melassa, síróp, agavesíróp og viðbættan ávaxtasykur og líka náttúrulega sykur sem er til staðar í hunangi. Bara ef þetta er bætt í við framleiðsluna þá getur þetta verið, þá kallast það flokkast það sem viðbættur sykur. Og í rauninni þá skiptir ekki máli hvaða tegund af sykri er að ræða. Almennt þá er ekki tollal að bæta í matvælinn einni sykurtegund umfram aðra. En hvað er svona best fyrir okkur að gera til þess að minnka sykurnesluna? Til að minnka sykurnesluna þá er bara til dæmis það sem við fáum langt mest af sykrinum, viðbættur sykrinum, úr sykrum, gos og svaladrykkju. 80% af viðbættum sykri í fæði Íslendinga kemur úr svona sykurríkum vörutegundum eins og gos og svaladrykkjum, salgæti, kökum, keksi og ís. Og þar kemur helmingurinn úr gos og svaladrykkjum. Já, vá. Það er lang árangursríkast að gera niður á gosi og svaladrykkjum og við mælum bara með því að drekka vatn í staðinn, bæði við þorsta og með mat og til viðbótar við kranavatn sem er þetta besti kosturinn og þá getur kolsýrt vatn án sítrónusýru líka verið góður kostur. Og svo mælum við með því að geta hósið neyslu á bara salgæti, kökum, keksi og þessum ís og þessum sykurríku fæðutegundum en fá sér frekar netrófræ og ávexti í staðinn. Er eitthvað betri trásykurinn heldur en hvítisykurinn og eitthvað svona? Maður svona spáir í bara þessu viðbætta því að nú er náttúrulega lífrænar vörur líka og þær hafa nú kannski verið með svona grófari sykurtegundum. Eins og ég nefndi hérna áðan að þá mælum við ekkert með einni tegund umfram aðra sem viðbættum sykri. Yfirleitt er þetta ekki í því magni að þó að sé eitthvað örlítið af næringarefnum í rásykri umfram hvítasykurinn að þá í því magni sem er yfirleitt verið að bæta þessu í vörurnar að þá hefur það ekki neinn afgerandi áhrif á hollustu vöruna. Nei, en hver er nú svona ráðlega dagskammtur af sykri svona samkvæmt manneldismarkmiðum? Það er nú svolítið flókið vegna þess að það er tekið út frá orkunni. Já.
og það mælt með því að það fari ekki yfir 10% af heildarorkunni. Og þá getur við svona tekið sem dæmi að fyrir hvern mann þá ráðlagt að fá 2000 hitaeiningar á dag og 10% af því væri 200 hitaeiningar. Já. Og það það maks sem við fáum til dæmis úr halvan lítra af gosi. Það bara komið til 10? Það bara komið og drekkur halvan lítra af til dæmis kók eða appelsín eða einhverju sykruðum gosdrykk, að þá ertu komin í sem þú átt ekki að fara umfram. En við erum í rauninni ekki með ráðlagt magn, þess að við erum bara með ráðlagt hámarksmagn. Það er í rauninni ekki að borða neitt viðbættan sykur. Nei, en eru við Íslendingar að borða eitthvað mikinn sykur? Já, sykurneysla hér hefur verið mikil og þó hún hafi farið minnkandi að þá hún enn og mikil allavega í ákveðnum hópum. Og í síðustu landskönnun á mataræði þá kom í ljós að yngsti aldurshópurinn að borða of mikið af viðbættum sykri og þá ungi kalla meira en ungar konur. Og það kom líka fram að ungt fólk sem að drekku sykraða gosdrykki oftar en 2 sinnum í viku að þeir fá of mikið af viðbættum sykri. Hvað getur nú að gert svona til þess að koma okkur í hollari venjur? Já, það var fyrir árið síðan, það voru gefnir út nýjar ráðleggingar matræði hjá embætti landlæknis. Já. Það voru kynntar fyrir árið síðan og það sem sagt áhersla á matræði í heildina, frekar en á einstök næringarefni og fólk borði fjölbreytta mat í hæfilegu magni. Og með því að fylgja þessum ráðleggingum, þá auðveldur að tryggja líka með fá þau næringarefni sem það þarf á að halda og stuðla góðri heilsu og vellíðan. Og þannig má minnka líkur á ýmsum langvinnum sjúkdómum. Já. Eins og til dæmis hjarta- og æðasjúkdómum, ýmsum tegundu krabbameina, sykursýki tegund 2, auk þess sem það auðveldur að halda heilsusamlega holdafari. Þannig að við mælum bara með því að fólk reyna að tileinka sér þessar nýju ráðleggingar. Ég er að spá, já, nákvæmlega, ég er að spá í Hólmfríður að taka hana bækling sem hún sendi mér, ráðleggingar og mataræði. Já. Ég er að spá að taka hann og posta hann bara inn á Facebook síðu Suðurland FM. Það væri bara alveg frábært. Þetta mjög fróðlegur. Við erum með link inn á síðuna hjá okkur vegna þess að þar eru ýmsar viðbótar upplýsingar. Já, akkurat. Það eru spurningar og svör úr ráðleggingunum og þannig að það eru ýmsar viðbótar upplýsingar varðandi ráðleggingarnar. Nákvæmlega. Þetta er mjög fróðlegur og góður bæklingur og mjög innihaldsmikill. Já, þakka þér fyrir. Það sem sagt mælt með því að velja fyrst og fremst matvæli sem eru ríka næringarefni frá náttúrunnar hendi. Já. Og þá erum við að tala grænmeti, ávöxt og ber, netr og fræ, heilkornavörur, feitan og magran fisk, oljur og fitminni mjólkuvörur og kjött og vatni drykkjar. Akkurat. Kærar þakkir Hólmfríður fyrir þessar ráðleggingar og eins og ég segi, ég ætla að setja þannig bæklingan á netið þannig að allir geti nálgast hann. Það er frábært. Allt er fína, kærar þakkir. Já, bless.